Og við höldum áfram hérna í föstudagsþættinum og ætlum að vinda okkur yfir í aðeins aðra sálma. Því hingað til mín komin Ósk Sigurðardóttir, leikskólakennari. Og við ætlum að spjalla svolítið saman krakkajóga og listsmiðju og alls konar. Byrjum kannski bara í jóganu. Hvernig fer krakkajóga fram? Já, það sko aldeilis skemmtilegt, skal ég segja þér. Og skrautlegt oft á tíðum, þegar ég með krakka bara 2 og 3 ára í þessu. Og þau eru þetta bara að stíga fyrstu skrefin í lífinu. Og hvað þá í jóga. Einmitt. Þannig að, en eins og ég kenni þetta og seti þetta upp, þá er þetta svona byggt upp á 5 þáttum og það er öndun og tenging og síðan förum við í hreyfingu og einbeitingu og slökun. Já. Og ef ég segir kannski bara aðeins hvernig tímarnir fara fram, Já, endilega. þá er ég með svona 4-5 börn og við komum okkur fyrir inn í herbergi og búið að gera kósí stemmingu með lýsingu og smá tónlist og þau setjast á dýnurnar sínar og svo er ég með svona auðveldar reglur til þess að fylgja bara á myndum til að þau sitja á dýnunum sínum og hlusta á mig og horfa á mig og svo leikum við okkur og höfum gaman. Og svo byrjum við á því að finna andardráttinn og það er svona fyrst í tímanum og þá setjum við hendi á maga og bringu og gerum stóra maga til að anda inn og slaka svo á. Og bara yndislegt að fylgjast með þeim, sko, hvernig þau geta að loka augunum og einbeitt sér í þessu að finna andardráttinn. Já. Og svo höldum við áfram og förum í að hreyfa okkur og við líka syngjum saman og til þess að tengja svona hvort öðru, syngjum nafnalag og gaman nota stundum hristur til þess að aðeins gera meira stuð í þessu. Já. Og það sem þau hafa kannski einna mest gaman af að gera er auðvitað að hreyfa sig og þannig að við förum á fullt í það og vekjum líkamann með að hreyfa tásurnar og færum okkur upp líkamann og endum svo bara einhverju algjöru hreyfi rugli, sko, sem er náttúrulega að vera rosalegt stuð. Já. Þannig að þau bara hlæja og hoppa og skoppa og hafa gaman og gjarnan förum við í eitthvað ferðalag með dýrum og breytumst kannski í bát og siglum eftir sjónum og lendum í allskyns ógöngum eins og hákörlum og sem að reyna að ná í okkur og eitthvað og þannig að það verður voða mikill leikur í þessu, sko. Já. Og breytumst í allskyns dýr og kísur og hunda og allt þetta sem að fylgir þá jógastöður með og æfum jafnvægið og þannig að þetta er styrkur og úthald og einbeiting og allt saman sem að kemur þarna inn í. Já. Og síðan förum við svona aðeins að róa okkur niður og leggjumst á magan og kíkjum á svona flott ljós með glimmeri sem að snýst og breytir lit og þá æfum okkur í að einbeita okkur að einhverjum ákveðnum hlut, sko, og ræðum þarna litina og ljósið og svona. Og svo í lokin þá endum við á slökun. En eðli máls samkvæmt, þegar maður er svona lítil börn þá er slökun ekki 20 mínútur eða eitthvað. Nei. Tíminn er í heild kannski svona 15-20 mínútur og slökun er svona nokkra sekúndur eftir úttaldi, sko. Já. Þannig að þau leggjast þarna niður á dýnuna og svo fá þau svona töfra duft yfir sig, sko, og til þess að slaka á. Já. Og svo eigum við svona litlar grímur til að setja yfir augun til þess að hvíla sig. Þá getur við loka augunum og setja þetta yfir og svo róleg tónlist og tölum hvernig við reynum að slaka á öllum líkamannum frá toppi til táar. Já. Og það reynist auðvitað mörgum 2 ára börnum mjög erfitt. Ég trúi því. Að slaka á meira en smá stund, sko. En mér finnst magnað að þarna ertu að nota, sko, aðferðir sköpunar og virkja ímyndunarafli til þess að hjálpa þeim að ná utan hvað þetta er í jóga. Og það er náttúrulega einmitt, börnin læra best í gegnum leik. Já. Þannig við verðum auðvitað að hafa eitthvað skemmtilegt, sko. Og þau náttúrulega elska að syngja og leika sér og hreyfa sig og hvað þá breytast í dýr og það má bara mjálma og gelta og allt saman í þessu, sko. Þannig að það er tiltölu auðvelt að grípa þau með sér, sko. Já, þetta hljómar ótrúlega skemmtilega. Ég er eiginlega bara hálf með mín að þetta sé ekki fullorðins tímar í boði í þessu. Eins og krakkajóga. Ég er ekki verið að bjóða upp á það. Já, það var alveg til skoðunar, sko. En þetta náttúrulega þú ert náttúrulega ekki bara í jóganu, heldur ertu með listsmiðju líka, er það ekki? Já, ég vinn sem sagt í 50% starfi og það eru 4 deildir á Iðavelli og ég sinni 2 yngri deildunum. Og yngstu börnin eru bara 16 mánaða, þetta er bara algjör kríli, en þetta er 16 mánaða upp í svona 3 ára. Já. Og ég skipti mig bara á milli daga, þannig á milli deildana og með listasmiðuna þá fáum við
fæ ég börnin til að koma inn til mín og til að byrja með eru þetta bara að æfa sig að halda á pensli og reyna að hitta á blaðið, sko. Já. Og þetta mjög skrautlegt, þegar mitt haustin nýbyrjað og þessi kríli rétt að byrja svona að feta sig áfram á listabrautinni, sko. Já. Þannig að málningin fer gjarnan í hárið og út allt og andlitið og daginn var ég með eina litla dömu sem að tók bara myndina, hún var búin að mála hana og sett hana bara hérna ofan á höfuð málninguna. Og svo var hún bara komið með grænt hár og ægilega fín. Það nú í tísku núna að vera með svo. Já, þetta var mjög skrautlegt. Svolítið á undan sinni samtíð. Þannig að það yndislegt og svo smá saman eftir sem veturinn líður þá förum við að gera aðeins flóknari verkefni og svona. Já. Og þá þarf að æfa sig að líma og klippa en það sem svo dýrmætt við þessa listasmiðju er að geta boðið börnunum að koma og þau geta fengið að vera svolítið ráðið hvað þau eru lengi. Ef að þú ert kannski ekkit voðalega hrifin af því að koma að mála, þá bara kemuru og mála kannski bara smá stund og svo ertu búin að fá nóg og þá ferðu bara inn á deild aftur. Aðrir njóta sín algjörlega í botn og geta bara verið í hálftíma 40 mínútur að sitja bara að mála og þá erum við eins með einhverja hugulega tónlist líka og það skapa svona gæða stundir þar sem að þú ert ekki endilega alltaf í hasarnum, heldur getur bara komið og notið þess að vera og skapa sem náttúrulega ótrúlega dýrmætt og spennandi, sko. Já, mér þykir það og að virkja sköpunarkraftin svona snemma í krökkunum held ég bara ómetanlegt. Já, það það algjörlega og sumir hafa svo gaman af líka að setja hendurnar í og aðeins að prófa að hnoða í málingunni, sko. Þannig að það er gaman að sjá líka hvað þau eru bara ólík. Já. Og þarna er hægt að fá að njóta sín í botn, sko. Þeirra persónuleikar fá að njóta sín. Já, akkurat. Og stundum nýtist smiðjan mitt líka ef einhver á eitthvað svolítið erfitt inn á deild og hefur lent í einhverjum árekstri og líður ekki nógu vel, að þá er hægt að koma og bjóða, viltu koma og eiga rólega stund þarna. Þannig er þetta nýti þetta í svo margt, sko. Það er svo gott að geta haft svona afdrep til þess að eiga gæðastund. Já, heldur betur. Já. Við getum rætt þetta í alla, mér finnst þetta ótrúlega heillandi og magnað og að ímyndunarafli fá að njóta sín bæði í sköpunni og í jóganu. Það kom mér eiginlega meira óvart og eins og ég segi, ég vildi óska þess að ég kæmist í svona jógatíma þar sem ég mætti mjálma. Ég hefði hort svolítið skringilega á mann í world class. Þú getur alveg prófað. Ég geti prófað. En komdu þá í tíma með mér, ég verður til að sjá þetta. Já, þakka kærlega fyrir að koma í þáttinn. Þetta er frábært og bara gangi vel áfram í öllu þessu frábæra starfi. Kæra þakki fyrir það.